Við hefjum þessa kveðjustund í Langholtskirkju í dag á því að signa okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum, veittu mér Drottin værð og ró, vek mig í réttan tíma þó, líkaminn sofi sætt sem ber, sálin og andinn vaki í þér. Sofi augu mín, vaki hjarta mitt, horfi ég til Guðs míns, syngdu mig sofandi, varðveittu mig vakandi, lát mig í þínum friði sofa og í eilífri birtu vaka. Amen. Ég les 120. og 1. Davíðssalm þar sem þessi orð standa. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna,
Vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína, Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen. Þá rísum við á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem stendur skrifað í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og hljómar svona: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins
nema fyrir mig. Og þannig hljóðar Guðs heilagt orð og við erum sæl þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum í hjörtum okkar. Amen. Byrja á því að flytja kveðjur sem hingað hafa borist í dag. Fyrst eru það hugheilar kærleikskveðjur frá mömmu og pappa í Noregi. Hjartanlegar samúðarkveðjur frá Emilíu Kjartansdóttur og Kjartani Svavarsinni í Landskróna í Svíþjóð og þakka Jakobínu fyrir góða viðkynningu. Svavar eiginmaður Emilíu og faðir Kjartans var bróðir Ólafs föður Jakobínu. Svavar lést árið 2017. Einnig er hér kveðja frá Elínu Elísabetu Halldórsdóttur og Bjarna Einarssyni eiginmanni hennar, en þau eru stödd í Gautaborg og komast ekki til að fylgja Jakobínu síðasta spölinn og senda innilegar samúðarkveðjur. Veistu að vonin er til? Hún vex inn í dimmu gili og eigir þú leitar þá leitaðu í urðinni, leitaðu á syllunni og sjáðu hvar þau sitja. Lítil og veikbyggð vetrar blómin, lítil og veikbyggð eins og vonin. Þessi orð Þuríðar Guðmundsdóttur minn okkur á að jafnvel í erfiðustu og sárustu aðstæðum sem við finnum okkur í lífinu er mikilvægt að eiga von. Á kveðjustundu eins og þessari sem við eigum saman hér í dag í Langholtskirkju horfum við í átt að voninni við minnumst og þökkum fyrir líf Jakobínu Ingunnar Ólafsdóttur sem nú hefur kvatt þetta líf. Höfum í huga góðar minningar og þakklæti, vekja hjá okkur vonir
og þá sterku væntumþykju sem þið öll vinir og vandamenn berið í hennar garð. Jakobína eða Bíbí, eins og hún var alltaf kölluð, fæddist á fæðingarheimilinu í Reykjavík þann 16. janúar árið 1956. Foreldrar hennar voru Ólafur Böðvar Erlingsson pípulagningameistari og Sigríður Margrét Rósinkarsdóttir myndlistakona. 3 ára gömul fluttist Bíbí með foreldrum sínum til Sandgerðis og var þá orðin elst 3 systkina. Fyrst sinn bjuggu þau við Suðugötu í Sandgerði, en fjölskyldan fluttist síðar út fyrir þorpið í Arnarbæli, en þar fékk Bíbí að njóta sín í náttúrunni. Síðar byggði faðir hennar hús að Hlíðargötu 22 í Sandgerði, þar sem þau bjuggu lengst af. Eitt sinn faðir hennar var að byggja, sagði hann við móður hennar: "Ég hef lítið að gera upp í hús núna. Ég á ekki fyrir nöglum. En ég fer og get sópað." Bíbí fór með honum og komu þau við í kaupfélaginu. Faðir hennar segir við hana: "Á ég ekki að kaupa eitthvað nammi handa þér, elskan mín?" Bíbí svaraði að bragði: "Pabbi, eigum við ekki frekar að kaupa nagla?" Verandi elsta systkinið var Bíbí oft í því hlutverki að passa systkini sín, enda bættust 2 við árin 1963 og 64. Þá var hún orðin elst 5 systkina. Hún gekk hefðbundna barnaskólagöngu og var hún strax afburða námsmaður. Hún gat þó verið löt að læra þar sem hún hafði ekkert fyrir því og fékk alltaf toppeinkunnir. Hún fór svo ásamt 2 systkinum sínum á heimavistarskóla á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp og var einnig í menntaskólanum á Laugavatni. Hún fór snemma að vinna í fiski í Sandgerði og vann eitt sumar sem unglingur á sjúkrahúsi í Danmörku. Bíbí giftist Páli Hermannssyni stýrimanni þann 18. febrúar árið 1978, þau skildu árið 1984. Börn hennar og Páls eru Anna Sigríður, fædd 1977, barna- og unglingageðlæknir. Eiginmaður hennar Jón Ari Arason Breiðfjörð. Tvíburasynir þeirra eru Hallgrímur Ari og Páll Emil, en þeir fæddust þann 11.11. árið 2011 klukkan korter í 11 og voru báðir 11 merkur. Og svo það Sveinbjörn Hermann, fæddur 1979, grafískur hönnuður. Bíbí kynntist árið 1990 Pétri Þór Gunnlaugsinni, byggingaverkfræðingi, fæddur árið 1956. Þau gengu í hjónaband þann 20. og 7. desember árið 2005. Pétur lést þann 15. mars árið 2023. Synir Bíbíar og Péturs eru Gunnlaugur Ársæll, fæddur 1993, vélskólanemi, og Elías Arnar, fæddur 1995, tannlæknanemi í Ungverjalandi. Árið 1993 fluttist Bíbí með fjölskylduna til Svíþjóðar, en hún hafði verið þá hríð í myndlistarskóla og handiðnaðarskólanum. Hún var mjög skapandi og listræn og það var sama hvort að það var málaralist, handavinna, saumar, garðvinna eða eldamennska. Allt lék í höndunum á henni. Þegar hún kom til Svíþjóðar hóf hún nám í stærðfræði í Gautaborgarháskóla, öllum að óvörum og stóð sig með mikilli prýði. En þannig var hún alltaf, óhrædd að prófa nýja hluti og réðst aldrei á garðinn þar sem að hann var lægstur. Hún skipti síðar yfir í stjórnsýslufræði og viðskiptafræði í Svíþjóð og kláraði hana þar. Einnig tók hún master hér heima í uppeldis- og menntunarfræðum og var að klára doktorsnám hún veiktist skyndilega árið 2013. Hún var búin með ritgerðina en átti einungis eftir að verja hana. Mikið áfall fyrir harðduglega konu sem Bíbí var. Hún vann ýmis störf yfir ævina, hún starfaði tíma hjá borgarlækni, hún var meðal annars 1 ár sparisjóðsstjóri á Súðavík
og hún stundaði kennslu hjá HÍ í aðferðafræði. Bíbí hafði alla tíð sterkar skoðanir. Hún var pólitísk, tók mikinn þátt í mótmælum í hruninu, var ræðumaður þar. Hún bauð sig fram á stjórnlagaþingið og var ásamt góðum hópi fólks að vinna að nýrri stjórnarskrá Íslands sem að öllum líkindum hafnaði ofan í skúffu. Hún var virk í kvennalistanum, mokkabloggaði mikið, skörungur í ræðu og riti og náði að auki þeim merka árangri að komast á óvinalista Framsóknarflokksins. Bíbí var nákvæm, setti sig vel inn í öll mál, sparaði stundum ekki gífuryrðin og það var erfitt að taka rökræðuna við hana því hún var fylgin sér, gat verið örlítið þrjósk en alltaf réttsýn og vildi það besta fyrir þau sem hún vann fyrir. Við skil svo mikilvægt að staldra við og íhuga. Við fráfall ástvinnar dýrmætt að fá að kveðja, fara yfir þakkarefnin í huganum okkar, rifja upp hlýjar minningar og segja eftirminnilegar sögur. Og varðveita svo í huga og lífi það sem við getum lært til góðs, iljað okkur við og miðla til þeirra sem að standa okkur næst. Og það sannarlega margt sem hún Bíbí ykkar skilur eftir til góðs í lífi ykkar sem hér eru í dag. Í dag minnumst við Bíbíar sem var einstaklega klár kona, hæfileikarík með fjölhæfar gáfur. Hún var kona sem var alltaf boðin og búin að hjálpa fólki, ekki síst varðandi stuðning við að skilja réttindi og leiðir í frumskógi laga og reglna. Þarna var hún að hjálpa fólki að halda sínu þegar gengið var að þeim. Bíbí tók að auki tvisvar að sér fósturbörn tímabundi vegna erfiðra heimilisaðstæðna hjá þeim. Við minnumst Bíbíar sem var með fjölskyldu og ættrækin og var hún dugleg að hafa samband við ömmu sína, langömmu og aðra ættingja. Hún átti það einnig til að mæta heim til móður sinnar og föður sem bjuggu þá í Keflavík ef þau voru veik og færði þeim mat og eldaði. Við minnumst Bíbíar sem var mikill og stór karakter. Hún var baráttu kona sem stóð með sínu fólki og sínum hugsjónum. Hún var uppátækjasöm, hafði húmor og mikið frumkvæði, var aldrei feimin við að hrinda hugmyndum í framkvæmd. Bíbí var einnig hörkudugleg og náði rétt rúmlega tvítug að safna sér fyrir og kaupa sína fyrstu íbúð. Hún var kona sem hafði mikinn karisma, fólk hreifst af henni og var hún þess vegna vinamörg og laðaði að sér fólk hvar sem hún kom. Við minnumst Bíbíar sem var umvefjandi og verndandi móðir barna sinna í þeirra frumbensku. Henni var mjög umhugað börnin sín sem var til þess að þau fengu öll góð grunntengsl í arf sem þau búa að í dag. Hún studdi vel sín börn, alltaf var lesið á kvöldin og hún var alltaf til staðar ef á þurfti að halda. Hún hafði ákveðnar skoðanir, hélt vel og fast í sitt og var með ákveðnar og sterkar hugmyndir hvernig lífið og uppeldið ætti að vera. Árið 2013 veiktist Bíbí snögglega og var vart hugað líf, en hún barðist, sú kraftmikla kona sem hún var og lifði áfallið af. Líkaminn bar þó of mikinn skaða til að hún næði að komast aftur til fyrra lífs. Síðustu árin bjó hún í Boðaþingi og naut góðrar umönnunar starfsfólksins þar, en þar var hún elskuð af fólkinu sem sinnti henni og þeim sem hún hitti. Einnig hugsaði Pétur vel hana, heimsótti hana nær daglega lengst af, þar til COVID brast á og heimsóknir eðlilega urðu stopulli vegna þess. Við minnumst í dag Bíbíar konu sem var miklum gáfum gædd, dugleg, hæfileikarík baráttu kona sem hugsaði vel sitt og það fólk sem hún mætti og kynntist á lífsleiðinni. Konu sem gafst ekki upp, heldur tók áskorunum óhrædd og lét sig menn og málefni varða af heilum hug og heilu hjarta.
Fyrir hana og hennar líf og gjafir þökkum við öll saman fyrir hér í dag. Kæra fjölskylda, ykkar missir er mikill. Í einu vetfangi er lífið ykkar breytt og nýjar aðstæður blasa við sem eru ykkur ókunnar. Þegar þið horfið fram á að dýrmætur hlekkur í ykkar fjölskylduneti er fallinn frá og eftir kunna að setja spurningar, sumar sem svör fást við, aðrar ekki, því þær tilheyra þeim veruleika sem við fáum fæst skilið. Og eigum kannski ekki alltaf að reyna að kryfja til mergjar, heldur leyfa reynslunni að vera hljóða stund, hvíla innra með okkur, þar til við getum ljáð henni orð, jafnvel vængi. Engar aðstæður sem við mætum í lífinu eru þó án vonar, en það er vonin sem mun gera ykkur kleift að horfast í augu við raunveruleikann og sjá það sem gæti orðið. Og þar er það myndin sem hugurinn ykkar fóstrar og geymir af henni Bíbí ykkar, duglegri kraftmikilli konu sem gaf óeigingjarnt af sjálfri sér, tíma sínum og orku, og þannig munið þið miðla áfram því sem hún var og kenndi ykkur, og þannig verður smátt og smátt vonin sterkari en sorgin sem tíminn mildar. Gleymið því aldrei og munið að yfir ykkur vakir góður Guð sem verndar og leiðir á þessum erfiðu tímum í ykkar lífi. Jakobína Ingunn Ólafsdóttir lést þann 7. júlí síðastliðinn á Hrafnistu heimilinu í Boðaþingi. Það er með sönnu þakklæti og kærleika í huga að við getum öll hér í dag sagt einum rómi: Farðu í friði, vina mín kær. Faðirinn mun þig geyma, aldur og ævi, þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Amen. Að lokinni athöfn bjóða aðstandendur Bíbíar viðstöddum að þiggja hér kaffiveitingar í safnaðarheimilinu. Kistan mun vera borin hér út og þegar þið gangið út þá getið þið stoppað við bílinn og syngt yfir, en að loknu kaffi verður svo jarðsett í Gufunes kirkjugarði. Somewhere in a smile, she knows.
Biðjum saman. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrir búið í augsýn allra líða. Já, lifandi drottinn, þú sem ert okkur nálegur á hverju stundu hverfullar ævi og helgar þannig jarðlífssporin okkar, svo við studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Viltu blessa okkur öll í líf og dauða? Viltu blessa minningarnar sem að þessi stund er helguð og láta þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur hana Bíbí. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Já, viltu veita henni þinn eilífa frið hjá þér. Og við biðjum fyrir Jesú Krist, drottinn okkar, og allar aðrar bænir sem í brjóstum búa, felum við í bæninni sem að þú kennir okkur og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Já, lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Jakobína Ingunn Ólafsdóttir. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Já, Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar, Jesú Krist. Amen.